En þetta myndband er eitthvað sem að mig langar að fara í gegnum bara bit for bit. Og vegna þess að mér finnst það bara, það verður eiginlega að gera það. Það verður eiginlega svona aðeins að skoða þetta hjá þeim. Ok, kíkjum á það. Daginn að þá var einhver maður sem að mætti mér í einhverju hurð og þú veist, hann hefði ótt að fara inn á undan og ég svona færið mig frá og þá segir hann svona, opnar hurðina og segir ég krefst þess. Ok, byrjum bara þarna. Notaði þennan tón. Ég ætla að leyfa mér að ef hann hafi notað þennan tón, það notar engin svona tón. Hann var augljóslega að vera mjög kurteis við hana. Þetta er herramannshegðun. Þetta er hegðun sem er bara þannig að það er verið að sýna virðingu. Fyrsta lagi. Og þetta er alveg með ólíkindum. Það er ekki hægt að kvarta yfir því. Þetta er svona dæmi ég ætla að leyfa mér að halda þið fram að ef að þessi maður hefði bara labbað inn og lokað hurðina á eftir sér náðust í andlitið á henni, þá hún kvarta líka yfir því. Þetta hlýtur að vera óbúslega erfitt að vera svona mikið fórnalamb bara í daglegu lífi. Sjá allt sem allir gera sem einhvern vondan hlut. Staðinn fyrir bara að gera ráð fyrir því að fólk sé að reyna að vera kurteist við þig. Að segja, og svo bara I insist, þetta er ekki dónaleg meining í þessu, mjög augljóslega. Og bara eins og fólk er að tala hversu margir eru til í að karlmenn láti komið fram eins og herramenn. Þetta er táknum herramannshegðun. Það er halda dyrunum opinni fyrir konum. Hvernig þau ágætu hjón halda áfram með þetta. Krefstu þess. Og ég svona færið mig frá og þá segir hann svona, opnar hurðina og segir ég krefst þess. Og ég svona krefstu þess að halda hurðina opinni fyrir mig, skilurðu. Mér finnst það bökandi. Hann var pottið bara ekkert illa meint, eitthvað. Líka, við vorum, já, ég meina einmitt, þú veist, ég krefst þess, bara getið þú krafist einhvers af mér, þó það sé fyrir mig. Líka bara ef að ég var þarna, ég var að fara inn og hann eitthvað, ég krefst þess. Einmitt, það myndi ekki gerast. Ok, ég gerði í tilefni af þessu könnun á Instagraminu mínu aftur. Þetta er náttúrulega ekkert tæmandi listi eða eitthvað sem að myndi nokkuð tíman fljúa sem eitthvað gott þýði í akademíska rannsókn. Ég spurði einfaldlega hvað margar lendi því að kona hefði haldið, að einhver hefði haldið opinni dyr fyrir þá. Bara hefur einhver haldið hurðinni fyrir þig? Og svari var 80% kalla sögðu já. Ég spurði sérstaklega konur, hefur haldið hurðinni opinni fyrir karlmann einhvern tímann og það voru rétt tæp 70% sem sögðu já. Þannig að þó að Steini hefði verið með henni, þá var mjög líklegt að þessi sami aðili sem hélt þarna hurðinni, við gert það sama, mögulega. Opna Steini aldrei hurðina fyrir konuna sína? Ég veit að böggar hann að segja þarna, getur þú krafist eitthvað sem mér? Þetta er ekki, hann er ekki að labba þarna upp að rífa í hárið á þér og ég krafst þess að hún komir inn. Þetta er orðalag sem er notað þegar þú ert að reyna að vera kurteis. Og að reyna að vera kurteis í mannesku. Hún tekur því svona. Hvað er því? Þetta er svona, segir hún líka svona fólk sem að labba upp að góðan daginn, hvað ertu að gera fyrir að ég hafi haft góðan dag? Þetta hlýtur að vera óbúslega erfitt að bara vera svona mikið fórnalamb í daglegu lífi. Það hlýtur að vera erfitt að túlka allt sem fólk gerir og segir sem einhvern slæman hlut gegn þér. Sem einhverja litla árás á þig, svona microaggression bara í hvert einasta skipti sem að það hlýtur að vera rosalega erfitt að vera að leita svona. Jú, þú konur fyrir mig. Líka bara ef að ég var þarna, ég var að fara inn og hann eitthvað, ég krefst þess. Einmitt, það myndi ekki gerast. Og þá var hann líka svona, konur og börn, þið eru fyrir neðan mig og mína virðingu, ég skal vera kallinn sem hjálpar þér og held hurðinu opin, hann er að staðsetja mig. Og vendar. Já, í einhverju hillu, skilur. Við þekkjum mannskju. Spáið í þessu, hann er að staðsetja mig, fyrir neðan mína virðingu. Hvað er einhver að gera? Til dæmis ef að þú ert að setjast inn í bíl og hann færi sig sérstaklega til að opna hurðina fyrir þér. Er hann að setja þig fyrir neðan sína virðingu? Þegar að skip sökkva eða eitthvað slíkt gerist, hverjir fara fyrst í björgunarbátana? Konur og börn. Er það vegna þess að þau skipta ekki máli? Er það vegna þess að það er fyrir neðan virðingu kallana?
svona herramannshegðun, þú veist, það er ekkert allir sem sýna af sér ákveðna herramannshegðun sjálfkrafa bara, þú veist, herramenn eða gallalösi gæjar eða eitthvað svoleiðis. Þarna verið að, þú veist, bókstaflega leggja eitthvað á sig til að sýna henni kurteisi, til að vera, þú veist, bara, þú veist, ætla að meika daginn hann, halda fyrir henni hurðinni og svona, þú veist, já, bara koma fram við hana af ekstra mikilli virðingu og þú veist, hún fer á netið og vælir það. Hvað í gangi? Og hérna, ímyndið ykkur núna, þetta þessi manneskja, hún sálfræðingur. Spáðu ef að þú værir í sambandi með konu og konaðinn væri að fara í tíma hjá henni sem dæmi. Hvað heldur að hún sé að fara að koma með? Heldur að hún sé að fara að leita að því hvernig konan geti mögulega sjálf átt einhverja sök á hlutunum? Eða hún að fara að bara sannfæra hana að þú sért bara ligguð í djöfulli sjálfur? Ég get alveg ímyndað mér að þessi kona bara starfi ligguð við það að framleiða skilnaði við hjá konu sem koma til hennar, sko.